Fundur settur í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 16. apríl 2020. Þetta fundur númer 273, en bæjarstjórn tók fund 272 í fjárbúnaði þann 2. apríl. En sá fundur var 2 alvarleg mál, annars vegar viðspyrnu fyrir atvinnulíf og íbúa vegna þeirra veiru sem herjar á landið og hins vegar rekstur heilbrigðisþjónustu hér í sveitarfélaginu. En eins og íbúar vita þá hefur verið hittingsbann og allir nefndarfundir hafa verið teknir í gegnum internetið undanfarnar vikur. En mætt eru sá sem hér stendur Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Bryndís Hólmarsdóttir, Páll Róbert Matthíasson, Sæmundur Helgason, einnig bæjarstjórinn, Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 18 mál, þar á 4 fundargerðir bæjarráðs, 2 fundargerðir bæjarstjórnar til kynningar og skýrsla bæjarstjóra. En okkur ekki til setuna boðið og orðið laust 938 fundargerð bæjarráðs. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Mér langar að tala fyrsta málið á dagskrá sem var fundur bæjarstjórnar og bæjarráðs sem átti með umhverfisráðherra Guðmundi Inga Guðbrandssyni og ráðuneytisfólki sem var upphafi bæjarráðsfundar 24. mars, bæjarráðsfundar 24. mars síðastliðinn. Þetta var merkilegur fundur eins og svo margir fundir þessa dagana. Ráðherra var sjálfur í sóttkví og allir aðrir fundarmenn sömuleiðis heima hjá sér, þannig að fundurinn fór fram í gegnum samskiptaforrit, hver í sinni tölvu, en þennan síð höfum við tekið upp eins og forseti nefndi hér í upphafi. En þarna ræddum við erindi sem sveitarfélaginu barst frá ferðamálasamtökum Austur-Skaftafellssýslu, þar sem lögð var fram sú krafa að fyrirtæki í eigu heimamanna njóti forgangs í því að skapa sér atvinnu í og við þjóðgarðinn. Þetta var eitt af málunum. Og fundurinn var gagnlegur og kannski sú grundvallarspurning mest reifuð sem okkur mörgu þykir afar mikilvægt að fá svar við sem fyrst, en það hvernig ráðherra getur tryggt með reglugerð sterkari stöðu heimamanna að leyfum innan þjóðgarðs í samræmi við eitt af meginmarkmiðum þjóðgarðsins. Og málið var reifað eins og oft og áður var vísað þá í vinnuna við stjórnunar- og verndaráætlun sem á lokametrum. Væntanlega leyfisveitingar togast þau sjónarmið á í málinu hvort jafnræðisregla stjórnarskrár og markmið 4. greinar laga þjóðgarðinn geti haldist í hendur. En 4. greinin segir að sérstaklega skuli leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, meðal annars með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar og gæða svæðisins. Og við ræddum fram og tilbaka þessar spurningar hvernig standa eigi að leyfisveitingum. Þar þurfum við að mynda okkur skoðun á því hvernig best með þetta mikilvæga og dýrmæta vald farið. Við ræddum það geti vel verið innbyggt í leyfisveitingum að heimamenn hefði einhvern forgang. En hver skilgreiningin á heimamanni? Nóg að hann hafi lögheimili í sveitarfélaginu? Þarf hann að hafa starfsstöð á staðnum, búa með fjölskyldu? Það eru mörg álitamál sem munu örugglega koma upp og helst þurfa úthlutunarreglurnar að vera einfaldar, gagnsæjar og skýrar. Svo þarf líka að hafa í huga að ferðaþjónusta þar sem tiltekin ferðavara eða þjónusta afhent einkaaðila gegn gjaldi fellur ekki að öllu leyti undir markmið þjóðgarða aðgengi að náttúru til almennar útivistar, né undir almannaréttinn. Þjónustufyrirtæki sem starfa innan þjóðgarðsmarka nýtir í raun almannagæði í einkaþágu. Hvernig hægt að réttlæta það? Þessi síðasta yrðing sem ég var að nefna hér tekin upp úr nýútkominni skýrslu frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands náttúruvernd og byggðaþróun, áhrif verndarsvæða á grannbyggðir. Það er sérstaklega fjallað þjóðgarða og þar koma svo margar vangaveltur frá fagaðilum fram í gegnum viðtöl. Þetta mjög áhugaverð skýrsla og ég hvet alla til að kynna sér hana. Á fundinum fengum við gleðilega fréttir að í viðbragði stjórnvalda vegna þessa ástands sem ríkis í hagkerfi þjóðarinnar vegna veirufaraldurs þá var veitt aukalega fjárupphæðin til að hefja uppbyggingu við Jökulsárlón og til verkefna í Skaftafelli. Þetta fékk kynningu í fjölmiðlum 2 dögum síðar
og það þakkarvert að sjá loksins framgang í þessum málum og einnig því við að bæta að merkum áfanga náð því að nú komið fram uppfærð atvinnustefna fyrir Vatnajökulsþjóðgarð sem hefur verið í vinnslu langa stund. Þannig að ráðuneyti og ráðherra eiga þakkir skildar fyrir vaska framgöngu í þessum málum. En ég tel það einsýnt að niðurstaðan hvernig framkvæma á leyfisveitingar liggur í opnu samtali við hagaðila og þannig næst vonandi fram réttlát aðferð til að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins. Mér fannst það vera markverð niðurstaða fundarins við ráðherra og ráðuneytisfólkið og því beini ég þessum orðum sérstaklega til ykkar sem sitjið í atvinnumálanefnd sveitarfélagsins, í svæðisráði þjóðgarðsins og stjórn þjóðgarðsins og sömuleiðis til okkar allra í bæjarstjórn. Umræðan og spurningarnir sem þessi fundur við umhverfisráðherra fjallaði að mestu þarf líka að svara hérna heima, ekki síður en hjá ráðuneytinu. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið laust fundargerð bæjarráðs 938. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það ekki. Þeir sem eru þá henni samþykkir gera svo rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá bæjarráð 939. Orðið laust þá fundargerð. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar hérna aðeins til þess að taka hér nokkur atriði til umræðu og það þá aðalega sem snýr að fræðslu- og tómstundanefnd og störfum í kringum fræðslumál. Mig langar að benda á í fundargerð fræðslu- og tómstundanefndar eru liður 2 og 3 varðandi ytra mat sem að námsmatsstofnun gerði á grunnskólanum í Hógarði og grunnskóla Hornafjarðar. Og það er nú bara skemmst að segja frá því að skólarnir komu báðir tveir mjög vel út úr þessu mati. Það er að sjálfsögðu alltaf eitthvað sem að má gera betur og unnið að umbóta áætlun og verkefni tengd því. En í heildina þá er þetta bara svona, hvað maður segja, fíniseringar. En já, heildar þættir koma bara mjög vel út og mjög ánægilegt og ég vil óska grunnskólanum í Hógarði og grunnskóla Hornafjarðar til hamingju með þessa góðu útkomu. Í fræðslu- og tómstundanefnd og svo líka bara í fundargerð bæjarráðs verið að fjalla svo atriði sem snúa að fræðslustofnununum okkar og þessu ástandi heimsfaraldri inflúensu, korónuveiru sem búið að vera tröllríða allir núna þessar síðustu vikur og sem við höfum öll ekki farið varlega af. Og þar verið að fara yfir hvernig skólastarfið og hvernig við erum að koma til móts við varðandi þjónustugjöld, greiðslu fyrir leikskólagjöld og mat og annað í grunnskólanum. Og ég vil bara undir þessum liðum þakka starfsmönnum leik- og grunnskóla og bara fræðslusviðs, bara almennt íþróttamannvirkja og þeim sem snúa að börnunum okkar og þessu starfi. Bara þakka þeim kærlega fyrir velunnin störf í þessu ástandi. Þetta hefur verið erfitt. Það er erfitt að vera að breyta takt frá degi til dags. Fyrst byrjað á því að takmarka skólastarf og síðan farið í unglingadeildinni því að krakkarnir eru sem hver annar hver dag í skólanum og það heima fjarnám og ýmislegt, þannig að þetta er svolítið óvenjulegur taktur sem allir þurftu að detta í en gerði það bara án þess að hiksta og bara mjög vel og ég bara ítreka þakkir fyrir það og í leikskólanum hefur líka verið unnið mikið og gott starf til þess að halda því öllu samangangandi og það svo sem ekkert að fjölyrða það hversu mikilvægt starfið fyrir börnin okkar. Það hefur ítreka komið fram hjá öðrum aðilum, sóttvarnalækni og landlækni og fleirum. Þannig að ég bara, þakka kærlega fyrir þeirra framlag. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið enn laust undir fundargerð bæjarráðs 939. Það enginn sem gefur með merki, þeir sem þá henni samþykki gjöra frá réttu hönd. Hún samþykkt samhljóða.
Þriðja mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 940. Orðið er laust þá fundargerð. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Það er skylt mál og það er í rauninni bara annar angi af því máli sem ég talaði hérna til síðustu fundargerð. Það eru atvinnumálin, hér er atvinnu- og menningarmálanefnd undir þessari fundargerð bæjarráðs og hér eru atvinnumálin í svona aðal hlutverki undir þeirri fundargerð og eðlilega vegna þess ástand sem er í heiminum í dag, staða og horfir í ferðamálum og það er viðspyrna við íslenskt atvinnulíf og verið að ræða hér líka humarhátíð og fleira og það er náttúrulega, við vitum svo sem ekki hvað framtíðin ber í skauti sér en við vitum það allavega að árið í ár verður mjög óvenjulegt gagnvart atvinnulífinu hér í sveitarfélaginu Hornafirði. Ferðamennirnir eru eiginlega engir ef nokkrir sem að koma hingað núna. En veitingaraðilar hér í sveitarfélaginu hafa brugðist við með því að senda heim og breyta sínum takti og án efa er þetta er góð viðleitni og ég vona að bæjarbúar taki vel í það og séu að nýta sér þessa þjónustu en þetta náttúrulega kemur alls ekki í stað fyrir það sem við erum vön hér, það vitum við öll. En ég vil líka bara þakka þá þeim sem að snúa að ferðamálunum, atvinnu- og ferðamálafulltrúi hefur verið mjög öflug í því að fylgjast með aðstæðum og hafa samband við rekstraraðila í sveitarfélaginu, sitja fundi og annað slíkt, auðvitað allt fjarfundi örugglega, þar sem alla má nú hittast í dag. En það er mikið verið að gera, það eru margar hugmyndir sem hafa komið fram og við erum að vinna með alls kyns þætti og það hefur komið fram í fundargerðum bæjarráðs og kannski ítrekað það hér að sveitarfélagið er að finna leiðir til þess að koma til móts við atvinnulífið, bæði með því að fresta gjaldtöku og svo að reyna að finna verkefni og mun leggja pening í það að skapa atvinnu hér í sumar. Og við erum kannski fyrst og fremst að hugsa unga fólkið en við erum líka að hugsa þá sem hafa verið að starfa í ferðaþjónustunni að þeir hafi verkefni og við erum að auðvitað sláum ekkert af í framkvæmdum og öðru slíku. Þannig að það er mikið sem að sveitarfélagið er að leggja undir og bara vil ég þakka þeim sem hafa komið að þeirri hugmyndavinnu og er að vinna með okkur að því. Og það eru nú allmargir innan sveitarfélagsins. Þakkar fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 940. Gefur mér engin merki. Þeir sem henni samþykki gjöra svo rétt upp hönd þá. Hún er samþykkt samhliða. Fjórða mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 941. Orðið er laust þá fundargerð. Björgvin, gjöra svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Ég vil taka fyrir fjórða mál á dagskrá fundarins. Þetta er samningur rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Undanfarin 24 ár hefur sveitarfélagið verið með þjónustusamning rekstur heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu sem hefur reglulega verið endurnýjaður. Síðustu árin hafa greiðslur í samræmi við samning heilsugæslu, sjúkraflutninga og sjúkrarými verið með milligöngu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, eða HSU, á Selfossi, sem Heilbrigðisstofnunin hér á Höfn hefur tilheyrt síðan árið 2014. Reksturinn hefur gengið ágætlega í gegnum tíðina, en það hefur tekist með mikilli samþættingu og góðu skipulagi á starfseminni. Síðasti samningur rann út síðastliðin áramót og hófust samningaviðræður á seinasta ári. Það var ávallt vilji sveitarfélagsins að semja heilbrigðisþjónustu í svipuðum anda og verið hefur seinustu ár, þar eða að sveitarfélagið myndi sjá rekstur allra heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu og nýta þá miklu samþættingu sem orðið hefur á þjónustunni í gegnum tíðina.
Á haustmánuðum var það ljóst að Sjúkratryggingar Íslands og Heilbrigðisráðuneytið hyggst ekki endurnýja samning við sveitarfélagið í þeirri mynd sem sveitarfélagið óskaði helst eftir og fól Heilbrigðisstofnun Suðurlands að taka yfir rekstur heilsugæslu og sjúkraflutninga og gaf möguleika á áframhaldandi samning rekstur sjúkrarýma og heimahjúkrunar. Fyrri fasi þessarar yfirfærslu heilbrigðisþjónustunnar hefur þegar farið fram en 1. apríl síðastliðinn tók Heilbrigðisstofnun Suðurlands yfir rekstur heilsugæslustöðvar og sjúkraflutninga. En eftir stendur seinni fasi yfirfærslunar sem felur í sér að semja sjúkrarými og heimahjúkrun. Samningaviðræður varðandi þá þætti standa yfir þessar dagana og hafa viðræður ekki gengið alveg þrautalaust fyrir sig, þar sem samningsaðilar hafa ekki verið alveg sammála útfærslu varðandi reksturinn og skipulag hans. Þó von að lendingin varðandi þennan annan fasa verði ekki eins harkaleg og ístemdi á tímabili, en ljóst að báðir aðilar þurfa að gefa eftir sínar ýtrustu kröfur. En að mínu mati bera báðir aðilar hag þjónustuþeganna fyrir brjósti þrátt fyrir að menn séu ekki sammála útfærsluatriði. En eftir stendur rekstur hjúkrunarheimilisins sem sveitarfélagið með samning við Sjúkratryggingar Íslands Ljóst að rekstur hjúkrunarheimila víða land hefur verið gríðarlega þungur undanfarin ár og sérstaklega rekstur lítilla hjúkrunarheimila eins og okkar. Rekstur þess hefur gengið ágætlega í gegnum tíðina en það hefur helgast að þeirri miklu samþættingu með rekstri sjúkrarýma og heilsugæslu sem að fara að minnsta kosti að hluta undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands eins og áður segir. Ljóst að rekstur hjúkrunarheimilisins verður töluvert þyngri án heilsugæslunnar og sjúkrarýmanna en það veltur mikið á því hvernig fyrrgreindar samningaviðræður koma til með enda. Og þá spurning hvort sanngjarnt sé að útsvarsgreiðendur sveitarfélagsins borgi fyrir líklegan hallarrekstur hjúkrunarheimilisins eða hvort að best sé að skila rekstri þess til ríkisins. Það von mín og held ég allra okkar sem hér sitjum að þjónustuþegar stofnunarinnar verða ekki varir við þær breytingar sem þegar hafa orðið á fyrirkomulagi reksturs heilbrigðisþjónustunnar og þær breytingar sem síðar koma, nema þá til hins betra. Ég vil leggja til eftirfarandi bókun málið. Frá því í október 2019 hafa staðið yfir samningafundir við stjórnendur HSU rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Það lá fyrir í kjölfar ákvörðunar heilbrigðisráðherra Svandísar Svavarsdóttur að ekki yrði áframhald á samskonar samningi rekstur heilbrigðisþjónustu og hefur verið í gildi síðan árið 1996. Samningaviðræður hafa verið í gangi síðustu vikur og þokast í rétta átt. Unnið að því að semja við stjórnendur HSU rekstur sjúkrarýma og heimahjúkrunar ásamt samstarfi ýmsa þætti starfseminnar. Þann 1. apríl síðastliðinn færðist heilsugæsla og sjúkraflutningar yfir til HSU. Þetta var erfiður dagur fyrir starfsfólk sem hefur verið undir miklu álagi vegna COVID-faraldursins, en breytingar sem þessar eru alltaf erfiðar. Bæjarstjórn vill því nota tækifærið og þakka fyrir frábært samstarf á undanförnum árum og óskar starfsfólki velfarnaðar hjá nýjum vinnuveitanda. Jafnframt bæjarstjórn sannfærð að samstarfið verði áfram gott og mun vinna með nýjum stjórnendum HSU til að ná því markmiði. Bókun lýkur. Ég legg til að bæjarstjórn geri fyrrgreinda bókun að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið laust annars vegar fundargerð bæjarráðs 941 og hins vegar þessa bókun sem Björgvin las hér upp. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir öðrum hvorum liðnum? Það ekki. Þá ætla ég að óska eftir því að þeir réttu upp hönd þeir sem eru samþykkt, bæjarstjórn geri þessa bókun að sinni. Það samþykkt samhliða og þeir sem eru þá samþykkir fundargerð 941 bæjarráð gjöru svolítið réttu upp hönd. Það samþykkt samhliða líka. Hér eru til kynningar 2 fundargerðir bæjarstjórnar, annars vegar 271. Eitthvað sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð?
Það er ekki. Og hins vegar er það 272. Er einhver Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að leggja til að það gerði breytingar á þessari fundargerð, enda það ekki hægt. En glöggir sem fylgjast með að tekja eftir því að þessi fundargerð var ekki í streymi eða hér í salnum. Þetta var aukafundur bæjarstjórnar sem við tókum á fjarfundi og var þá verkefnið aðeins að fara yfir aðgerðir til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf, samþykkja þar hluti sem hægt væri að fara að vinna eftir þeim og síðan voru að ræða samning rekstur heilbrigðisþjónustu. Og ég vil bara vekja athygli á því og svona bara þakka bara bæjarfulltrúum fyrir mjög gott og bara svona, já, mjög gott samstarf í þessum verkefnum báðum tveim. Þarna hefur verið einhugur meðal bæjarfulltrúa eins og er nú yfirleitt í sveitarfélaginu Hornafirði, en það hefur bara verið góður einhugur í því að sveitarfélagið taki vel og fast á málum, bæði í þessu COVID-faraldri og svo einnig við það að vinna samninginn við rekstur heilbrigðisþjónustu. Þannig að langar bæði að vekja athygli á því bara og þakka kærlega fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð bæjarstjórnar 272? Það er ekki. Þá er það 7. mál á dagskrá, það er ársreikningur sveitarfélagsins. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla hér að kynna ársreikning sveitarfélagsins og eru helstu niðurstöður þessar. Rekstrarniðurstaða A og B hluta var jákvæð 468 milljónir króna og niðurstaða A hluta var jákvæð 407,6 milljónir króna. Eigið fé í árslok 2019 nam 5.179 milljónir króna samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A og B hluta en 4.602 milljónir króna fyrir A hluta. Veltufé frá rekstri A og B hluta var 717 milljónir króna en 567 milljónir króna í A hluta. Eignafjárhlutfall A og B hluta nam 78,1% í árslok og veltufjárhlutfall var 1,24. Skuldir og skuldbindingar A og B hluta námu 1.453.000 milljónir króna í árslok 2019. Skuldahlutfall A og B hluta í árslok 2019 var 50% og skuldaviðmið 24%, sem er vel undir 150% hámarki samkvæmt viðmiðunarreglu fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Ég legg hér til að ársreikningi 2019 verði vísað til annarrar umræðu í bæjarstjórn, en leið vil ég nota tækifæri og þakka starfsfólki, bæjarfulltrúum og KPMG fyrir störf sín við vinnu við gerð ársreikningsins. Það er erfiðir tímar framundan og því mikilvægt að rekstur sveitarfélagsins sé í góðu jafnvægi á þessari stundu. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir ársreikning sveitarfélagsins, 7. mál, dagskrá? Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að taka undir þakkir bæjarstjóra til starfsmanna sveitarfélagsins og bæjarfulltrúa og þakka bæjarstjóra fyrir hennar innlegg í þetta allt saman, því að það eru auðvitað ekki bæjarstjórn sem á einn þessa niðurstöðu eða ekki að miklu leyti, því það er auðvitað starfsmennirnir og það hvernig gengur að fara eftir þeim í rauninni ramma sem að settur er. En mér langaði aðeins þarna vegna framkvæmda að geta þess að áætlaðar framkvæmdir voru fyrir árið 2019, þær voru áætlaðar 887 milljónir, en í rauninni urðu þær aðeins fyrir 670 milljónir rúmlega. Rétt rúmum 200 milljónum undir áætlun og skýringin af því er fyrst og fremst að finna í því að ekki varð úr, minna varð úr áætluðum útgjöldum vegna hjúkrunarheimilis og fráveitu.
Fjárfestingaráætlun vegna hjúkrunarheimilisins er unnin af Framkvæmdasýslu ríkisins og gerir við ráð þar fyrir þeim útgjöldum sem að er í takti þeirra útreikninga. Hins vegar urðu breytingar á fráveitumálum vegna óhagstæðra niðurstöðu útboðs og því urðu framkvæmdir þar minni en áætlaðar voru. Framkvæmdir af Víkurbraut 24 hefur seinkað og ýmislegt færst til eða breyst. Og þess má það geta líka, til dæmis eins og hreinsivirki út í Óslandi er búið að vera ótrúlega lengi í vinnslu og þannig að það eru ýmis verkefni sem að við höfum ekki alveg stjórn á að færist til á milli ára. En loki dags er niðurstaðan einkar ánægjuleg og gefur okkur góðan grunn til þess að takast á við verkefni líðandi stundar. Eins og bæjarstjóri kom inn á þá eru aðstæður náttúrulega mjög skrýtnar í þjóðfélaginu núna og þá er mjög gott að sveitarfélagið stendur svona vel til þess að geta tekið þátt í þessum verkefnum sem við stöndum fram fyrir sem þjóð. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið laust ársreikning sveitarfélagsins. Engin sem kemur með merki. Þeir sem eru þá því samþykkir að vísa honum til seinni umræðu í bæjarstjórn gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting, þétting byggðar og höfn. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Markmiðið með breytingunni er að þétta byggð í innbæ. Hún skal vera í samræmi við núverandi byggð hvað varðar tegundir, stærðir, þéttleika og ásýnd byggðar. Með þéttingu byggðar skal tryggja að gönguleiðir að opnum svæðum. Þétting byggðar tekur til nýrra lóða, auk aðliggjandi byggðra lóða við Silfubraut og Hvannabraut. Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir íbúðarlóðum fyrir einbýlishús og raðhús. Svæðið er auðkennt sem íbúðarsvæði IB9 í aðalskipulagi. Tillagan var í kynningu frá 19. desember til mánudagsins 3. febrúar síðastliðinn. Umsagnir hafa borist frá Vegagerðinni, Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnun Íslands og undirskriftalisti frá íbúum. Rætt hefur verið við forsvarsmenn undirskriftalista og haldinn var íbúafundur málið þann 5. mars síðastliðinn. Ég legg til að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með þeim breytingum sem bent er á í umsögn Skipulagsstofnunar og að bæjarstjórn geri svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið laust aðalskipulagsbreytingu, þéttingu byggðar og höfn. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, ég vil gera hér stutta athugasemd og ábendingu þess efnis að það vantar að segja hér í bókun fundarins að umsögn aðalskipulagið barst líka frá Golfklúbbi Hornafjarðar. Þetta er umsögn sem barst 15. júlí 2019 og á bæði við aðalskipulagsbreytinguna, en hennar er getið í deiliskipulaginu sem tökum fyrir og eftir. Þakka þér fyrir þessa ábendingu, Sæmundur. Þetta er örugglega rétt hjá þér, þetta kom fyrir hvorttveggja, ég man það bara ekki. En orðið er enn laust aðalskipulagsbreytingu, þéttingu byggðar og höfn. Það er ekki fleiri sem gefa með merki. Þeir sem því þá samþykkir að gera svör umhverfis- og skipulagsnefndar á sínum og vísa til Skipulagsstofnunar eins og Björgvin talaði gerir hjóla rétt upp hönd. Það er 4, þeir sem eru á móti, 1. Þá er það 9. mál á dagskrá. Það er deiliskipulag, þétting byggðar innbær. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Deiliskipulaginu er ætlað að koma á móts við eftirspurn og stuðla að vexti þéttbýlis með auknu lóðarframboði. Þétting byggðar tekur til nýrra lóða, auk aðliggjandi byggðar á lóða
við Silfurbraut og Hvannabraut. Ekkert deiliskipulag í gildi fyrir svæðið. Í deiliskipulaginu gert ráð fyrir íbúðalóðum fyrir einbýlishús og raðhús. Svæðið auðkennt sem íbúðasvæði IB9 í aðalskipulagi. Tillagan var í kynningu frá 19. desember til mánudagsins 3. febrúar síðastliðinn. Umsagnir hafa borist frá Vegagerðinni, Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnun Íslands, Golfklúbbi Hornafjarðar og undirskriftalisti frá íbúum. Rætt hefur verið við forsvarsmenn undirskriftalista og haldið var íbúafundur málið þann 5. mars síðastliðinn. Gerð verður jarðvegskönnun á svæðinu sem taka skal tillit til við útfærslu á grundun nýrra húsa. Gerðar voru eftirfarandi breytingar og lagfæringar á auglýstri tillögu að lokinni auglýsingu til að koma til móts við athugasemdir. Kafli 3.3. Nýja lóðir og byggingamagn. Lóð 41 við Silfurbraut felld út. Kafli 3.5. Veitur og ofanvatn. Bætt við ákvæðum varðandi ofanvatn. Kafli 4.1. Almennt. Bætt við ákvæðum áfangaskiptingu framkvæmda. Kafli 4.3. Grundun mannvirkja. Bætt við nýjum kafla grundun mannvirkja. Kafla 4.5. Frágangur lóða. Bætt við tímamörkum frágang lóða. Og gerðar eru eftirfarandi breytingar á uppdráttum. Vesturbraut þrengd niður í 4 metra þar sem hún þverar gangstíg og umfang snúningssvæðis við norðurenda Silfurbrautar minnkað. Auðkennt leiksvæði og eða sparkvöllur syðst á skipulagssvæðinu. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag fyrir þéttingu byggðar í innbæ. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið laust 9. lið á dagskrá bæjarstjórnar. Gjörðu svo vel, Páll Róbert. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta skipulag búið að vera í vinnslu núna í hátt í 2 ár og ég hef hingað til verið fylgjandi því að það sé hægt að búa til nýjar lóðir á svæðum sem eru hentugt fyrir það og ég tel að þetta sé að stórum hluta mjög hentugt svæði fyrir það, þannig að ég hef verið þessi fylgjandi. Ég hef reyndar gert örfáar athugasemdir sem að mér finnst ég ekki að fengi neinar undirtektir með það. Það til dæmis það að okkur tjáð í þessu máli að það sé verið að skjóta golfkúlum í hús sem að stendur við endan á Silfurbrautinni nú þegar og eiginlega burt sér frá þessu deiliskipulagi þá skil ég eiginlega ekki að hverju ekki búið að laga það mál og ég hef búin að benda á að það þurfa að gera einhverja mótvægisaðgerðir upp á golfvelli sem að sveitarfélagið hafa frumkvæða og ég hefði viljað sjá texta bara skrifa hann inn í þetta skipulag að menn muni taka á því máli því að það náttúrulega óásættanlegt að það sé gerður golfvöllur og svo eru hús í hættu þarna og fólk og fleira. Þannig ég hefði viljað sjá eitthvað meira það en ég, eins og segi, ég fengi litlar undirtektir, ég ræddi þetta við skipulagsstjóra á bæjarráði í síðustu viku og hún tók mjög vel í þetta en ég sé ekkert þetta í deiliskipulaginu sjálfu. Og svo hinn hluturinn, það að við erum að setja 2 hús þarna niður á Vesturbrautinni á stað sem að í skoðanakönnun sem var gerð hérna af vegum sveitarfélagsins áhuga fólks á útivistarsvæðum og öðru verkefni sem að snýst aukið íbúðalýðræði. Þar skoraði þetta svæði ágætlega, skulum við segja, fyrir eftir hvað segir frá. Allan að komu þar sterkar vísbendingar að menn vilja halda þessu undir útivistarsvæði. En á sama tíma erum við að setja þarna niður 2 hús og vissulega hægt að setja leiksvæði framar á svæðinu nær ströndinni en mér finnst þetta samt svolítið einkennilegt að leið að við erum að boða íbúðalýðræði en ætlum samt að halda okkur algjörlega hörðum í þessu. Ég hef lagt það til að það mætti fella þetta út
mér finnst eitthvað bóðið við þetta. Það hafa verið mikla deilur þetta mál og menn hafa verið mjög harðir á sínu finnst mér, svolítið á báða bóga. Vísu það verður að viðurkennast að það er búið að laga þetta deiliskipulag töluvert til síðan það var farið á stað. Það er búið að taka tillit til margra ábendinga eins og með bílastæðin á Hvannabraut og ýmislegt annað. Þannig að, en þeir sem hafa verið á móti þessu hafa bara vilja að fá allt í burtu og mér finnst það líka svolítið einkennilegt þegar bærinn má ekki gera neitt. Ég hefði allan að vilja fá sterkari rök með því, en út af þessum tveimur ástæðum þarna sem ég er búinn að leggja til, sem ég held að hefðu geta verið ágætistillaga til sátta í þessum máli allan að hluta til, en ég er ekki viss að allir séu sammála því, að þá ætla ég að sitja hjá í þessum máli. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er enn laust þetta, 9. mál á dagskrá, þétting Viðarinnar. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti og góðir fundamenn. Nú er þetta mál komið til afgreiðslu í bæjarstjórn eftir margs konar vendingar sem málið hefur tekið undanfarna mánuði. Það stóð til að leggja deiliskipulagið fram til samþykktar á febrúarfundi bæjarstjórnar, en þá var ákveðið að fresta málinu og skoða það betur vegna fjölda áskorana þarum. Sérstaklega eru það hundruðir undirskrifta frá íbúum í grennd sem hafa mótmælt og hreyft í málinu, þannig að það hefur verið unnið betur og það er hið besta mál. Fjölmennir íbúafundir hafa fjallað málið og sitt sýnist hverjum, en mótmælin tala sínu máli. Það er búið að bregðast við að einhverju leyti og taka át eina lóð við Silfurbraut 41. Ég sakna þess Vísu Björgvin að þá held að við glemst að lesa það upp fyrir aðan. Já. En þetta er lóðin sem er fremst við gólfvellin sem er því miður skotmark gólfviðkanta eins og Róbert benti hér á og það hefur ítrekkað komið ábending frá gólfklúbbnum líka. En eftir munu standa samt 2 lóður undir brekkunni sem hafa vísur verið færðar innar en það er engar aðgerðir settar fram eins og Róbert bendir á sem að koma í veg fyrir að kúlnarhríð geti þar bunnið á húsum og bílum sem þar munu væntanlega standa fyrir fram. En ég er ánægður með þá ákvörðun sem bæjarráð tók á 940. fundi sínum fyrir rúmri viku, en þar var ákvað bæjarráð að taka undir tillögu minnihluta umhverfis- og skipulagsnefndar og leggur til að gerð verði jarðvegskönnun á öllum 9 lóðum í deiliskipulaginu. Það sýnir mínu viti að hvað þetta mál varðar þá er verið að bregðast við athugasemdum sem komið fram af áhyggjufullum íbúum sem eins og ég nefndi áðan margir hafa lýst andstöðu sinni við. En ég spyr, hefur þessi jarðvegskönnun farið fram? Því að í textanum sem er borin upp núna til samþykktar eða synjunar stendur einmitt í kafla 4.3 eins og Björgvin kom inn á, blaðsíðu 11 og ég ætla að fá að vitna bitnin til vitnun. Gerð hefur verið jarðvegskönnun á svæðinu sem taka skal tillit til útfærslu á grundum nýrra húsa. Og hefur þessi jarðvegskönnun verið gerð? Ég veit ekki til þess og er ekki réttara að bíða eftir því að fá niðurstöður úr þessari jarðvegskönnun áður en við samþykkjum þetta skipulag. Ef það hefur ekki verið gert, þessi jarðvegskönnun, þá er rökvilllega í textanum sem við erum að fara að skipuleggja, hann er í lýsingarhætti þátíðar en ekki í viðtengingarhætti eins og nætti að vera og íslenskukennarinn ég gefur bara falleinkunn fyrir þetta. Ég er líka ánægður að bæjarráð ákvað á fundi 940 að unnar verið tillögur á útivistarsvæði á svæðinu fyrir neðan Vesturbraut. Ég spyr mig að vísu hvort þarna sé bæjarráð að slá ryki í augu þeirra sem fóru fram á að lóðirnar 2 við norðurenda Vesturbrautar yrðu felldar út vegna athugasemdir útivistarsvæði. Ég get ekki séð að athugasemdirnar frá íbúum og þessi bókabæjar sé að tala sama svæði fyrir neðan Vesturbraut. Er það ræman vestan við Ráðhúsin, milli göngustígs eða allavega þessi bókum bæjarráðs er þannig að þessar einbýlishúsalóðir þær eru inni eftir sem áður. Og það er ekkert sagt í deiliskipulaginu þetta fyrirhugaða útivistarsvæði. Og nú er það stóra spurningin, er nóg að gert í vinnu á þessari tillögu þéttingu byggðar
er búið að bregðast nógsamlega við þeim athugasemdum sem komið fram í málinu og það verður hver að svara fyrir sig. Ég svara nei, það er langur vegur þar frá. En hvað sem öðru líður þá held ég að við séum því miður ekki að fjalla þetta deiliskipulagi þeirri sátt sem við ættum að vera komið með skipulagsmál sem komin á þetta stig. Við ættum að vera búin að sjá það fyrir löngu og að mín mæti ættum við að snúa okkur annað. Það hef ég sagt margoft í þessu máli og stend við þá skoðun. En meirihluti vill fara svona fram með málið og hefur auðvitað vald til þess að samþykkja þetta svona. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust. Þéttingu byggðar, Ásgrímur Ingólfsson, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir Ásgerður og Sæmundur og Róbert. Ég er svo sem ekkert með langt mál þetta. Ég held við séum búin að ræða þetta mál mjög mikið og mjög oft og reynt að laga eftir bestu getu eins og svo sem báðir komum fram á að við værum búin að vera að vinna í. Ég er alveg sammála Páli Róbert með þennan teig á fyrsta teig að hann er og hefur verið alltaf til vansa en það er kannski þá sérmál og kannski þarf að skrifa þenni skipulag eða taka upp samtal við, skal ég segja ykkur, golfklúbbinn að færa þann teig. Ég satt nú einn fund sem var upp í golfskála sem íbúasamtökin eða þessi íbúalisti bauð til og það var að heyra að það væri bara ekkert hægt að færa þennan teig en mér fannst mjög skrítið en ég held að þetta sé alveg rétt að taka upp þetta samtal. Ég er alveg sammála því. Aðeins með húsin á Vesturbraut, þau eru náttúrulega erfiðust í þessu og það hefur verið lengt eins og Páll Róbert kom líka inn á, búið að reyna að leita sátta, hvort það væri eitthvað sem væri pirraði fólk meira heldur en annað eða hvort við gætum einhvern veginn endað þetta eða leitt þetta til lykta á þess að bara taka allt út af því mér finnst sumarlóðir þarna eiga fullkomlega rétt á sér, aðrar eru umdeildar eins og komið fram. En það var engin sáttahugur í fólki á þeim fundi þannig að hér stendur málið. Við lækkuðum húsið náttúrulega þarna við Vesturbraut, breyttum eins og í 2 einbýlishús í staðinn fyrir raðhús sem voru nú fyrstu hugmyndir til að reyna þá að gera minna á okkur þarna. En hér er þetta. Og allir þessi íbúafundir, allir þessi fundir sem hafa verið þetta hafa náttúrulega verið til þess fallnir að reyna að leita sátta í málinu og upplýsa íbúa og reyna að komast að einhverju niðurstöðu og við höfum gert fullt af breytingum eins og báðir komið inn á Sæmundur og Páll Róbert til að reyna að gera skipulagið ásættanlegra en greinilega ekki, eða það dugar ekki til. Aðeins með jarðvegskönnunina, ég veit heldur ekki til þess að hún hafi farið fram, það er alveg rétt, en hún fer fram og ég sé ekki að skipti máli hvort hún sé farin fram eða fer fram og ég veit ekki. Og ég svo sem eins og Sæmundur veit á þessum skipulagsfundi sem við sátum á saman á þeirri bæjarátöku og ákvörðun, þá sá ég ekki tilganginn í því að gera þessa jarðvegskönnun. Þetta gerir sá sem byggir lóðina jarðvegskönnun og hann grundar þá eftir því sem að sveitarfélagið leggur upp með, hann á að skila grundunarteikningum og allt niður fyrir 3 eða 5 metra, ef maður rétt, það á að vera á staurum sem að þið hafið skýrsluna sem undirgögn í þessu frá Eflu. Já, íslensku kennari, já, náttúrulega. Ég er mjög lélegur í íslensku, ég var nú bara viðurkenna og gera það strax. Það er ekki að fara í grafgötur með það. En þarna, hvað svæðið er staðsett, hvort við setjum það á lengd og breidd, sko, akkurat, en það er teiknað inn í, skal ég segja ykkur, í uppdráttinn, hringur þarna bak við þessi 2 einbýlishús. Þið skoðið nýjan uppdrátt sem kom gær, held ég. Já, ég er svolítið svo sem sé ekkert meira þetta að segja. Mér finnst þetta, ég segi ekki þarft mál og sérstaklega á þessum tíma. Maður hefði kannski ekki verið að fara út í þessa vegferð núna hefði maður vitað að þessi veira væri að koma. En við erum bæði búin eða peningum með þetta og tíma í þetta og mér finnst eiginlega synd að fara að henda þessu út á borðinu, hvort sem sé þörf á þessu akkurat núna, ég veit það ekki. En ég held líka að sveitarstjórnir almennt og maður sér það ef maður googlar, þær eru að hugsa að þétta meira byggðir. Þeir eru að reyna að nýta grunnstoðir samfélagsins betur, vegi og lagnir og allt þetta sem við höfum svo talað og svæðin og án þess að þó að ganga á lífsgæði íbúana. Þetta gengur svolítið út á það. En hér er, skal ég segja ykkur, bókun meirihlutans. Nú liggur til samþykktar aðal- og deiliskipulag þéttingu byggðar í innbæ. Skipulagið er nokkuð umdeilt á meðal íbúa í innbænum og skiluðu íbúarinn undirskriftalista þar sem skorað var á sveitarfélagið
að falla frá fyrirhuguðu skipulagi. Skipulagið hefur fengið ítarlega umfjöllun á 2 íbúafundum þar sem hlustað var á athugasemdir íbúa og reynt að verða við þeim eftir fremsta megni. Einnig hefur verið fjallað athugasemdir Golfklúbbs Hornafjarðar. Skipulagið hefur tekið breytingum vegna þeirra athugasemda sem bárust, leitað verið eftir áliti sérfræðinga vegna mögulegra áhrif jarðvegsframkvæmda á nærliggjandi byggð. Gerðar voru nokkrar breytingar á auglýstri tillögu til að koma til móts við athugasemdir. Lóð við Silfurbraut 41 var felld út, ásamt því að 2 lóðir næst skólaskólanum voru færðar inn í Hríshólinn. Bætt var við ákvæði varðandi ofanvatn, ákvæði var áfangaskipta útlutunum, bætt var við nýjum kafla grundun mannvirkja og sett inn tímamörk við varða frágang lóða, ásamt því að sveitarfélagið muni kanna jarðveginn með jarðvegsborunum. Hér þetta trúlega rétt, mun kanna. Vesturbraut var þrengd niður í 4 metra þar sem hún fer að gangstíg og umfang snúningssvæðið við norðurenda Silfurbrautar var minnkað. Útivistarsvæði neðan Vesturbrautar verður gert aðgengilegt og meira spennandi. Þetta nú bókun meirihlutans. Fleira vildi ég nú ekki segja þetta mál. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásgrímur. Orðið laust. Þéttingu byggðar. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, ég hnýti mitt hér í varðandi bókunina og þarf þá að bóka á móti að því hér stendur í bókun meirihlutans að einni hefur verið fjallað athugasemdir Golfklúbbs Hornafjarðar en bæjarfulltrúum barst erindi þess efnis frá Golfklúbbi Hornafjarðar að það hvergi bókað í málakerfi sveitarfélagsins að bókunin hafi verið tekin formlega til afgreiðslu afgreiðslu eða umsagna. Það er athugasemdir. Þakka fyrir þetta, Sæmundur. Ég held að við hér sem sitjum og stöndum höfum rætt þetta mál. Þetta var rætt í bæjarráði, ef ég maður rétt, og þetta hefur verið rætt í umhverfis- og skipulagsnefnd, en hvort það hefur verið sérstaklega bókun umfjöllun þessa athugasemdir man ég ekki eftir, það er alveg rétt. Þetta því. Já, við fengum nú bréf hérna frá henni Brynju, við skulum bara lesa það, Sæmundur, þú sást það eins og ég svo sem. Takk fyrir, ég tel ekki athugasemd Golfklúbbs Hornafjarðar barst júlí 2019 á lýsingarstigi skipulagsvinnunnar. Hún er hér meðfylgjandi, en hún er einnig að finna undir fundarskjölum í 4. fund umhverfis- og skipulagsnefndar þann 4.9.2019, en þar voru athugasemdir ekki birtar á heimasíðu og aftur á fundi nefndarinnar þann 7.11.2019. Fjallað var innkomnar athugasemdir á þessum fundum. Athugasemdir sem berast á lýsingarstigi þar sem sveitarstjórn að hafa til hliðsjónu við vinnslu tillögunnar en ekki þarf að fjalla sérstaklega þær eða svara með formlegum hætti. Það sama á við athugasemdir sem fram koma á kynningarstigi, samanber athugasemd. Þannig að ég skal ekki að lesa meira þessu, ég held að þetta segi það sem segja þarf. Takk fyrir, Ásgerður. En hér er þá búin að vera til umræðu 9. mál á dagskrá þétting í innbæ. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykkir að vísa þessu áfram, gjöru svolega réttu bönd. Það eru 4. Þeir sem eru á móti, það er 1 og þeir sitja þá hjá. 10. mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting Skaftafell 3 og 4. Björgvin, gjörðu svo vel.
Forseti, góðu fundamenn. Skaftafell 3 og 4 liggur sunnan við þjónustumiðstöðuna í Skaftafelli. Fyrirhugað verslunar og þjónustusvæði er í 1500 metra fjarlægð. Skaftafell er einn af fjölsóttustu ferðamönnum landsins og er í aðalskipulagi skilgreint sem einn af megin seglum ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Markmið breytingarinnar er að heimila uppbyggingu gistingar og íbúðar og starfsmanna íbúða og þjónustuhúsa, alltaf 1400 fermetrum í landi Skaftafells 3 og 4 til þess að auka þjónustu við þann fjölda ferðafólks sem kemur í Öræfin. Ég legg til að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar hafa verið eftir auglýsingu. Þar sem heimilt verða byggja alltaf 1400 fermetrum, gætt verða náttúrulegu plöntuvali og samráð verði haft við Vatnajökulsþjóðgarð við vinnslu deiliskipulags. Ég legg til að bæjarstjórn geri svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Þakkaði fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust Skaftafell 3 og 4. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem byrst í þá samþykkir, Gjörðu-Sólarréttarfönd. Það er samþykkt samhljóða. Það er 10. mál á dagskrá. Ásgerður Gjörðu-Sól, ég er vanhæfur hér. Það er 11. mál á dagskrá, deiliskipulag Breiðabólsstaður Hali. Erindi barst þann 27. mars frá Steinþóri Torfasyni þar sem hann óskar eftir að hefja deiliskipulagsgerð á Breiðabólsstaðartorfinni. Umhverfis- og skipulagsnefnd lagði til að heimili sé vinna við deiliskipulag í samræmi við 40. og 42. grein skipulagslaga. Allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi og er því fallið frá kröfu lýsingu. Orðið er laust deiliskipulag Breiðabólsstaður Hali. Það er enginn sem gefur merki og leggja til að bæjarstjórn samþykki að heimili sé vinna að nýju deiliskipulagi á Breiðabólsstaðartorfinni og fallið verði frá kröfu lýsingu. Þeir sem samþykkja það gera svo vel gefa merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. En Ásgrímur Ingólfsson er fjarverandi. 12. mál á dagskrá, byggingar áform smáhýsi Hali. Óskað er eftir byggingarleyfi fyrir 2 6 herbergja sambyggðar smáhýsalengjur. Grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga en engar athugasemdir bárust. Fyrirhugaðar byggingar er í samræmi við framlögð drög að deiliskipulagi samanber lið 11 hér að framan. Framkvæmdirnar hafa verið grenndarkynntar án athugasemda. Umhverfis- og skipulagsnefnd lagði til að heimilað verði að gefa út byggingarleyfi í samræmi við deiliskipulag sem unnið er að svæðinu. Áhersla er lögð á að fráreynsli sé hugsað og lagt fram með heildarsýn fyrir bæjartorfina í deiliskipulagi. Orðið er laust þennan lið, byggingar áform smáhýsi Hali. Það er enginn sem kveður svo ljós, þannig að þeir sem samþykja grenndarkynninguna sölugefamerki, það er samþykkt samhljóða. Og það er það. Já, 6 sem samþykja. Ásgrímur Ingólfsson er ekki viðstaddur þennan lið fundarins. Þá er það 13. mál á dagskrá, óveruleg breyting á deiliskipulagi tjaldsvæði og íbúðasvæði við Fiskskól. Það er rétt, ég sagði hérna lagði til að bæjarstjórn samþykkti grenndarkynninguna en er það ekki byggingarfulltrúi sem gefur byggingarleyfi, Já, þannig að það er í rauninni við samþykkjum kynninguna og þá hefur byggingarfulltrúi leyfi til að gefa út byggingarleyfi. 13. mál á dagskrá, óveruleg breyting á deiliskipulagi tjaldsvæði og íbúðasvæði við Fiskskól. Þar er óveruleg breyting á byggingarreit á lóð L7 tjaldstæði. Byggingarreiti er breytt þannig að hægt sé að byggja sérstæða hreinlætisaðstöðu sunnan við núverandi þjónustubyggingu. Tillagan felur í sér óverulega breytingu á notkun
og nýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins. Breytingin hefur ekki áhrif á hagsmuni grennd og því ekki þörf á grenndarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Hér hlægi ég vegna þess að Björgvin ætlaði að kynna þetta og ég er svo spennt að vera komin í forsetastól, bara að halda áfram og biðst afsökunar á því, Björgvin, en orðið er laust 13. mál á dagskrá og enginn sem kveður hljóðs. Þá ætla ég að fá að klára þetta mál með því að leggja það til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á deiliskipulagi og vísi henni til afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Þessi gefa verki og það er allir saman á 7 atkvæði. Ásgeir Mír Ingólfsson kominn tilbaka. Fjórtánda mál á dagskrá, já, deiliskipulagsbreyting Lamblegstaðir. Björgvin, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Stendur vel, Ásgeir. Forseti, góða fundarmenn. Markmið með gerð breytingar á deiliskipulagi fyrir Lamblegstaði er að efla byggð og styrkja atvinnulíf. Ferðaþjónusta hefur lengi verið á Lamblegsstöðum og með gerð þessar breytingar er rekstrargrundvöllurinn styrktur. Skipulagið stækkað og skipt í byggingarriti A til D, hver með sína húsaþyrpingu. Breytingin á deiliskipulaginu tekur til frekari uppbyggingar á gistiaðstöðu og nýbygginga fyrir ferðaþjónustu. Skipulagið var til kynningar frá 16. maí til 1. júlí 2019 og tekið fyrir að nýju samkvæmt umsögn Skipulagsstofnunar og með uppfærðum gögnum. Tillögunni hefur breytt á eftirfarandi hátt samkvæmt umsögnum og athugasemd Skipulagsstofnunar. Tjaldsvæði hefur verið fellt út úr tillögunni. Stærð skipulagssvæðis og byggingarreita hefur verið skilgreind í texta. Fornleifar hafa verið skráðar og færðar inn á uppdrátt. Byggingar á form og áfangaskipting hafa verið skilgreind nánar og formframsetningar lagfært. Önnur viðbrögð við athugasemdum. Tillagan samræmist aðalskipulagi. VAFþ 15 heimilar allt að 40 gistirými. Í breytingu á ferðaþjónustu kafla aðalskipulags sem nú er í staðfestingarferli hjá Skipulagsstofnun er þetta skilgreint nánar. Og þar segir, þar sem fjallað er gistirými í skipulaginu er almennt miðað við að 1 gistirými rúmi 2 næturgesti nema annað sé tekið fram. Tilvitnun lýkur. Bæjarhúsin eru öll utan deiliskipulagsmarka. Einu húsin sem er á skipulagssvæðinu eru nýleg smáhýsið ætluð til ferðaþjónustu. Því er húsakönnun talin óþörf. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagið og með þeim breytingum sem gerðar hafi verið eftir auglýsingu og að bæjarstjórn geri svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 14. mál á dagskrá, deiliskipulagsbreyting Lamblegstaðir. Ekki við mér engin merki, þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er óskum breytingu á nafni lóðhafa. Erindi frá Aroni Franklín Jónssoni þar sem hann óskar eftir að breyta lóðarhafa á lóð nr. 6 við Borgartún. Bæjarráð var jákvætt fyrir breytingunni. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi breytingar lóðarhafa. Orðið er laust þetta mál. Það er engin sem gefur merki. Þeir sem eru því samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá er deiliskipulag Þorgeirsstaðir í Lóni. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Deiliskipulagið nær til hluta jarðanna Þorgeirsstaða, landnúmer 159.402 og Þorgeirsstaða 3, landnúmer 223.144 í Lóni í sveitarfélaginu Hornafirði. Skipulagssvæðið er 12 hektarar að stærð og er í þrennu lagi. Á Þorgeirsstöðum er íbúðarhús og fjárhús en einnig hefur verið rekin þar ferðaþjónusta með gistingu fyrir 7 gesti. Virkjun er í Þorgeirsstaða á. Fyrirhuguð er frekara uppbygging á ferðaþjónustu starfsemi
meðal annars að breyta fjárhúsum í gistingu og vera með gistingu fyrir allt að 60 gesti. Einnig eru fyrirhugaðar 2 nýjar virkjanir í Þorgeirsstaðaá, tjaldsvæði vestan árinnar og göngubrú yfir ána. Í aðalskipulagi sveitarfélagsins Hornafjarðar er skipulagssvæðið skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði, merkt VAFþ 35, afþreyingar- og ferðamannasvæði, merkt AF25 og landbúnaðarsvæði. Þá er heimilt að byggja smávirkjun með uppsettu rafafli allt að 200 kW. Ég legg til að skipulagstillagan verði auglýst þegar Skipulagsstofnun hefur gefið jákvæða umsókn. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 16. mál á dagskrá, deiliskipulag Þorgeirsstaðir í Lóni. Það er enginn sem kemur með merki. Þeir sem því eru þá samþykki gjöra svo réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. mál á dagskrá er brúarstæði yfir Fellsá. Bæjarstjórn barst erindi vegna málsins þann 7. júní 2019 þar sem Skúli Gunnar Sigfússon óskaði þess að bæjarstjórn tæki afstöðu til þess hvort farið yrði fram á að vegagerðina að staldra við með byggingu brúar yfir Fellsá og brúin fær 200-300 metrum neðar og þar með suður fyrir Hrollurshóla. Bæjarráð, sem hafði þó umboð bæjarstjórnar, hafnaði erindinu á sínum fundi þann 8. júlí 2019. Þar sem búið var að bjóða út brúarframkvæmdina, nú er fyrirhugað að hefja framkvæmdir samhliða brúargerð yfir Steinavötn. Bæjarstjóri hefur verið í samskiptum við landeigendur og vegagerð vegna málsins. Þann 7. apríl 2020 barst erindi frá stjórn Suðursveitar EHF þar sem var skorað á bæjarstjórn að ályktun legu þjóðvegar 1 landi Reynivella í Suðursveit. Í sveitarfélaginu er gildandi aðalskipulag sem gildir til ársins 2030. Þar er núverandi veglína á skipulagi og því framkvæmd við brú á Fellsá í samræmi við aðalskipulag. Og hér er bókun bæjarstjórnar sem við leggjum til. Bæjarstjórn leggur áherslu á að fækka einbreiðum brúm í sveitarfélaginu til að efla umferðaröryggi. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni er ástand brúar yfir Fellsá orðið mjög lélegt og nauðsynlegt að endurnýja hana hið fyrsta. Framkvæmdin var boðin út og samið var við verktaka framkvæmdina, meðal annars verktinga frá Hortnafirði. Bæjarstjórn telur mikilvægt að farið verði í framkvæmdir með það að markmiði að bæta öryggi vegfarenda og halda uppi atvinnustigi í sveitarfélaginu. Brúargerðin útilokar ekki aðra vegstyttingar í framtíðinni svæðið. Orðið er laust þessi 2 atriði, annars vegar bara heilt yfir brúarstæði yfir Fellsá og svo bókun bæjarstjórnar. Ástgerður, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir allt sem þú sagðir og ég myndi kannski bara leggja til að við myndum byrja bókunina á því að komi fram að núverandi veglína að það sé verið að fara eftir gildandi skipulagi eins og framkvæmdin er núna. Í sveitarfélaginu er í gildi aðalskipulag sem gildir, það er núverandi veglína á skipulagi og er því framkvæmdi brúi við Fellsá í samræmi við aðalskipulag. Ég myndi vilja hafa það inn í bókunni, þannig að við erum að vísa til þess að núverandi framkvæmdir eru innan aðalskipulags. Og síðan vantar hérna aftan við og það er, við fæum að lesa það upp. Það er síðasta setning sem myndi koma inn í bókunina. Tilfærsla veglínu og brúarstæði suður fyrir Hrollurshóla þyrfti að fara í gegnum aðalskipulagsbreytingu og í framhaldinu að komast á samgönguáætlun. Gera maður ráð fyrir því að það geti tekið nokkur ár og þar myndi bókun ljúka. Það er fyrirgefið, þetta er svolítið slitrótt hérna hjá okkur. Það er einn setningi viðbót og kannski bara fá ég að lesa bara í heild sinni það sem var búið að undirbúa og bæjarfulltrúar hafði aðgang að. Og það er þá, með leyfi forseta, í sveitarfélaginu, Hortnafirði, er í gildi aðalskipulag sem
Nei, þetta er, veitir nú við. Í sveitarfélaginu Hornafirði er í gildi aðalskipulag til ársins 2030. Þar er núverandi veglína á skipulagi og því er framkvæmd við brú yfir Fellsá í samræmi við aðalskipulag. Það kemur fram þarna, fyrirgefið. Bæjarstjórn leggur áherslu á að fækka einbreiðum brúm í sveitarfélaginu til að auka umferðaröryggi. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er ástand brúar yfir Fellsá orðið mjög lélegt og nauðsynlegt að endurnýja hana hið fyrsta. Framkvæmdin var boðin út og samið hefur verið við verktaka framkvæmdina, meðal annars verktaka frá Hornafirði. Bæjarstjórn telur mikilvægt að fari verði í framkvæmdina með það að markmiði að auka öryggi vegfarenda og halda uppi atvinnustigi í sveitarfélaginu. Framkvæmdin útilokar ekki aðra vegstyttingar í framtíðinum svæðið, tilfærsla veglínu, þetta er viðbótin, og brúastæðis suður fyrir Hrollaushóla þyrfti að fara í gegnum aðalskipulagsbreytingu og í framhaldinu að komast á samgönguáætlun, gera má ráð fyrir það geti tekið nokkuð ár. Það er því mat bæjarstjórnar að ástand brúarinnar samhliða þörfinni fyrir tvíbreiða brú gefi ekki svigrúm til að bíða með framkvæmdina. Og þar lýkur bókuninni. Þannig að fyrsta athugasemdin mín, það var inn í, ég tók bara ekki eftir því, afsakið. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Ég hef greinilega ekki verið með það nýjasta nýtt í þessu. En hvað var þar? Orðið er laust þetta mál. Brúarstaði yfir Fellsá og bókunina. Gefið mér engin merki. Þeir sem eru þá samþykkir bókuninni gjöru svo ljóstupönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þeir sem eru þá samþykktir málinu í heild sinni gjöru svo ljóstupönd. Það er samþykkt samhljóða. Næst er skýrsla bæjarstjórna, en áður en ég gef henni orðið þá ætla ég nú að hafa hér belti og axlabönd í 9. málinu, af því að ég fæ svona misvísandi skilaboð hvort ég hafi orðað það rétt. Deiliskipulag, þétting byggðar innbær. Ég orðaði þetta þannig að vísum þessu áfram held ég, en hér stendur að ég leggja til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag fyrir þéttingu byggðar. Þykist vita atkvæðagreiðslu fyrir eins, en ég ætla að fá atkvæðagreiðslu aftur þetta mál. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag fyrir þéttingu byggðar innbæ með þeim breytingum sem orðið hafa á. Gjöru svo vel að réttu veginn sem er því samþykkir. 4 á móti, 1 og 2 sitja á það hjá. Takk ykkur fyrir þetta. 18. mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra. Gjöru svo vel, Matthildur Ásgeirsdóttir. Fyrir, forseti, og bæjarfulltrúar. Störf mín síðasta mánuð hafa óneitanlega litast af málefnum tengdum COVID-19 faraldrinum. Ég hef setið daglega fundi með aðgerðastjórn á Suðurlandi síðasta mánuðin til að samræma aðgerðir og viðbrögð á Suðurlandi. Samstarfið er mjög gott og mikilvægt er að tilheyra stærri hópi þegar svo viðamikinn faraldur er að ræða. Einnig hafa verið haldnir fundir í vettvangsstjórn að minnstakosti vikulega síðustu 1-2 mánuði. En í þeim hóp á ég sæti fyrir hönd sveitarfélagsins ásamt fulltrúa frá björgunarsveitinni, lögreglunni, heilbrigðisstofnuninni og Rauða krossinum. Þar hefur samstarfið einnig verið mjög gott. Rauði krossin hefur verið í samstarfi við björgunarfélagi hringt til þeirra einstaklinga sem er í sóttkví sem hefur gefið góða raun. Nú fækkar hratt í þeim hópi en þá taka við ný verkefni. En áfallateymi sveitarfélagsins er nú að hefja úthringingar til eldri íbúa hér á Hornafirði sem hafa búið við töluvert mikla einangrun undanfarið þar sem þeir eru margir í sjálfskipaðri sóttkví. Skólastarf hefur gengið mjög vel þó með breyttu sniði og má hrósa stjórnendum fyrir að halda uppi nær óbreyttu skólastarfi á þessum skrýtnu tímum. Mikið hefur mætt á félagsþjónustunni en álagið þar er aukið í þessu ástandi. Einnig er mikið álag á heilbrigðisstarfsfólki sem hefur þurft að aðlagast breyttum aðstæðum og oft á tíðum breyttu vinnufyrirkomulagi. Það má segja að starfsfólk sveitarfélagsins sé sveigjanlegt og tilbúið til breytinga þegar á reynir. Því ber að þakka. Það er mikilvægt að halda í léttleikann og finna upp á leiðum til að gera daginn skemmtilegri í þeim aðstæðum sem þessi faraldur skapar okkur. Faraldurinn hefur fljótt mikil áhrif á atvinnulífið og þá sér í lagi ferðaþjónustuna. Ferðaþjónustan hefur vaxið gríðarlega hér undanfarin ár í sveitarfélaginu og er nú ein helsta atvinnugreinin ásamt sjávarútvegi. Við erum með 2500 gistipláss í sveitarfélaginu sem nú standa nánast ónotuð og muni eflaust gera lungan af sumrinu. Einnig hefur ýmis afþreyingastarfsemi verið að blómstra og vaxa á undanförnum árum með aukinni fjölbreytni í atvinnulífinu.
Nú hefur ferðamaðurinn horfið á svipstundu með gríðarlegum fjárhagslegum áhrifum á samfélagið allt. Bæjarstjórnin hefur fundað aukalega undanfarinn mánuð til að undirbúa aðgerðir til að koma til móts við þann efnahagsvanda sem margir standa frammi fyrir. Ýmsar aðgerðir hafa verið kynntar, svo sem breytingar á gjöldum í skólum vegna skertra þjónustu, frestun gjalda, fasteignagjalda. Staðið verður við samþykkta framkvæmdaáætlun upp á tæpar 800 milljónir. Forstöðumenn að kanna þörf fyrir sumarstarfsfólk umfram það sem hefur verið ráðið til sveitarfélagsins undanfarin ár. Unnið að endurskipulagningu vinnuskóla og undirbúningi verkefna honum tengt sem miðar að auknum fjölda unglinga svo og eldri starfsmönnum svo sem á framhalds- eða háskólaaldri. Unnið að endurskoðun fjárhagsáætlunar en ástandi hefur áhrif á tekjustofna sveitarfélagsins leið og þrýstur á auknar aðgerðir. Staðan flókin en sem betur fer rekstur sveitarfélagsins góður líkt og ársreikningur sýnir, þó geta aðstæður breyst hratt. Það mikilvægt fyrir fyrirtæki að hugsa nú út fyrir boxið og leita leiða til að vinna að aukinni fjölbreytni og nýsköpun. Aðgerðir til viðspyrnu á atvinnulífinu verða til umræðu og endurskoðar á öllum fundum bæjarráðs og þar með bæjarstjórnar næstu vikur og mánuði á meðan þörf krefur. Stjórnsýslan hefur tekið miklum breytingum. Nú allir fundir haldnir í gegnum fjarfund og hef ég setið heilu dagana á fundum með fólki víðs vegar á landinu. Bæjarráð hefur fundað í gegnum Teams frá því samkomubanni var sett sem og aðra nefndir sveitarfélagsins. Það hefur gengið mjög vel og nefndarmenn og starfsmenn náðu að tileinka sér það mjög fljótt og vel. Það hefur verið nokkuð tómlegt í Ráðhúsinu þó svo að stór hluti starfsmanna vinni enn í húsinu inn á sínum skrifstofum. Vel hefur gengið að halda fjarlægðarmörkum og sóttvörnum. Ég hef nú nefnt í þessum texta stjórnsýsluna og starfsemi sem tilheyrir sveitarfélaginu. Mig langar að nota tækifæri að hrósa starfsfólki Nettó hér á Hornafirði. Starfsfólki og stjórnendum hefur tekist ótrúlega vel til í þessum erfiðu aðstæðum. Merkingar í búðinni til fyrirmyndar, sótthreinsun og aðgengi að spritti sömuleiðis og það er jafnframt mælst vel fyrir að bjóða upp á opnunartíma fyrir viðkvæma og aldraða milli klukkan 9 og 10 á morgnana. Eins gaman að fylgjast með tilboðum frá veitingastöðum og mér heyrist vera töluvert að íbúar sig að nýta sér þjónustu þeirra. Þá ætla ég að snúa mér að öðrum málum en það er Vatnajökulsþjóðgarður sem var komið aðeins inn á hér fyrir á þessum fundi. En nú fundað stíft í svæðisráði Vatnajökulsþjóðgarðs og hefur verið núna undanfarnar vikur vegna vinnu við stjórnunar- og verndaráætlun á Breiðamerkursandi. Nú liggja fyrir drög sem við höfum haft til yfirlestrar og að baki liggur gríðarleg vinna hjá fyrra svæðisráði og hjá ráðgjöfum sem komu frá stofnunum í Nýheimum. Einnig var birt í stjórnartíðendum ný reglugerð Vatnajökulsþjóðgarð en reglugerðin heimilar nú þjóðgarðinum að innleiða atvinnustefnuna en atvinnutengda starfsemi er fjallað í 5. kafla. Hafin er nú vinna við að innleiða atvinnustefnuna og er markmið að sú vinna verði pröfukerð fyrir ísællaferði næsta vetur. Stefnt að því að ljúka við gerð stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand í byrjun sumars. Fyrsti fundur nýrrar stjórnar í Vatnajökulsþjóðgarði var haldinn 23. mars en stjórn hafði þá ekki fundað frá því fyrir áramót. En það tafðist að skipa nýja stjórn. Formaður stjórnar er Auður H. Ingólfsdóttir og varaformaður er Anna Dóra Sæþórsdóttir og að auki sitja í stjórn formenn allra svæðisráða. Á fundunum var farið yfir starfsstjórnar ásamt því að fjallum fundagerð svæðisráða. Það er ljóst að afleiðingar COVID-19 faraldursins gætir í Vatnajökulsþjóðgarði þar sem stór hluti tekna kemur í gegnum þjónustugjöld frá ferðamönnum og stærstu hluti þeirra kemur frá Suðursvæði eða frá Skaftafelli og Jökulsárlóni. Töluvert framkvæmdafé kemur inn í þjóðgarðinn í gegnum innviðasjóð á þessu ári og er fyrirhugað að fara í framkvæmdir tengt fráveitu í Skaftafelli ásamt því að hefja framkvæmdir eftir nýju deiliskipulagi á Jökulsárlóni sem er löngu tímabært. Hitaveituframkvæmdir. Framkvæmdir ganga vel eins og íbúar taka eftir en lögnin er nú langt komin frá Hoffelli á Höfn og er að hluta til komin ofan í jörð. Veðurfari vetur hefur sett strik í reikningin en með breyttum vinnuaðferðum er óvíst að það komi nokkuð að sök. Það liggur fyrir að 130 íbúar sóttu heimtök fyrir 1. mars hér á Höfn og í Nesjum og sveitarfélagið óskaði eftir tilboðum í inntaksgrindur og hefur nú tekið tilboði húsasmiðjunar sem bauði lægsta verð á þeim.
og áætlað er að sveitarfélagið muni taka við pöntunum frá og með næstu viku en það verður auglýst betur þegar þar að kemur. Aðeins að öðrum framkvæmdum. Nú er hafin niðurrif á Sindrahúsinu sem við köllum við Hafnarbraut 25 og áætlað er að ljúka við niðurrif í byrjun maí. FAS leitaði nú í vikunni til sveitarfélagsins með að fá að nota húsið eða það sem eftir er af því til þess að brjóta upp fjarkennslu undanfarinna vikna. Nemendur og kennarar munu vinna verkefni tengt húsinu með ýmsum hætti áður en húsið verður rifið niður að fullu. Það verður eflaust gaman að fylgjast með því. Einnig er í undirbúningi að hefja niðurrif á Graðalóftinni og munu framkvæmdir þar hefjast fljótlega. Opni verða tilboð vegna framkvæmdi í vöruhúsi í næstu viku og munu framkvæmdir hefjast þar í kjölfarið. Í skoðun er að breyta skólahúsnæði Hrollaugstöðum í 5 íbúðir sem færu á leigumarkað. Meðal annars er verið að skoða hvort hægt sé að sækja stofnframlag frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í gegnum íbúðafélagið HCS. Hafnarbrautin er í hönnunarferli og klárast vonandi á næstu vikum og hönnunarvinna við Víkurbraut 24 er nú á lokastigum. Framkvæmdir vegna byggingar nýs hjúkrunarheimilis eru á áætlun en hönnunarvinna er nú langt komin og búið er að bjóða út svokallar CLT-einingar sem er byggingarefni hússins. Það eru því næg verkefni í undirbúningi er snúa að verklegum framkvæmdum. Nú erum við nýkomin úr páskafríi sem var með óhefðbundnu sniði líkt og allt annað en þessar mundir. Mér sýnist íbúar á svæðinu hafa fylgt vel leiðbeiningum þríeykisins svokallaða. Það viðraði ágætlega til útivistar og munar nú miklu. Við getum verið þakklátt fyrir umhverfið sem við búum í og víðerni sem býður upp á útivist þrátt fyrir samkomubann. Svo er vel hægt að nýta tæknina til ýmissa félagsstarfa og hef ég meðal annars nýtt það ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum. Þessar aðstæður hvetja okkur til að hugsa út fyrir það hefðbundna og prófa nýjar aðferðir og tækni. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengur í dag nema að nota tækifærið og óska henni Vigdísi Finnbogadóttur til hamingju með 19 afmælið sem var í gær. Takk fyrir. Takk aðeins fyrir þetta, Matthildur. Nú verður gert hlé á fundinum meðan farið verður yfir fundargerðir.